smávegis togaraútgerð á Íslandi. Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. Fyrsta tilraun til togaraútgerð á Íslandi var gerð aldamótin 1900 og stóð meðal annarra að þeirri tilraun maður að nafni Jón Pálsson Vídalín, fæddur 7. september 1857 og dáinn í ágúst 1907. Aðalmenn firmans voru þó Louis Zollner, danskur maður og athafnasamur í útflutningi og sölu á íslensku sauðfé og stórkaupmaður í Newcastle á Englandi þær mundir og annar maður með honum að nafni Tyne, sem ekkert segir neitt frekar um. Jón Vídalín var framarlega í þessum útgerðarrekstri. Nýja félag þessara manna hlaut nafnið Ísafold en gekk venjulega undir nafninu Vídalíns útgerðin, líklega þá af þáttöku Jóns Vídalíns í verkefninu. Einnig gekk útgerðarfélag þetta undir nafninu Mundals útgerðin. Sjá má að nokkur nöfn voru í gangi meðal fólksins þennan rekstur og að menn hafi verið félaginu kunnir. Á þessum árum Vídalíns útgerðin stærst allra útgerða íslenskra sem stofnuð var með erlendu fjármagni. Stofndagur Ísafoldar 5. apríl 1899 og var ráðinn framkvæmdastjóri til útgerðarinnar Norðmaður Mundal, sem var verkfræðingur að mennt og verkfræðilegur ráðunautur Ísafoldar útgerðarinnar. Margt bendir til að nokkuð hafi kveðið að þessu norska Mundal sem á einu staði sagði vera danskur maður en að líkindum rangt. Stundum stangast heimildir á að maður verður að vega og meta sjálfur hvað rétt sé og gerir út frá gleggri skoðun. Hvaða nöfnskipin báru sem notuð voru við þessa fyrstu tilraun hvergi skráð. Hefur höfundur ekkert getað fundið það mál en veit að tilraunin misheppnaðist. Fjárfestingar Zollners í íslensku fyrirtækjum reyndist honum ekki gjöfular þó aðra sögur sé að segja útflutningsverslunina. Margt segir manni að Louis Zollner hafi verið efnaður maður. Þó þessi fyrsta tilraun til reksturs togara hafi ekki lukkast, virðist Vídalíns útgerðin samt hafa vaxið fiskur hrygg því síðar meir gerði útgerðin út 6 togara og það togararnir Akranes, Engines, Fiskines, Haganes, Brimnes og Kópanes. Einnig kemur fram að rekstur allur hafi gengið frekar erfiðlega og talað óhagkvæmni þess að vera með ekki meiri rekstur en hér ræðir á 3 stöðum á landinu og í símalausu landi eins og sagt var. Þetta talið að sé helsta orsök erfiðleikana, vegna þó of mikils kostnaðar. Fjármagn sem til að byrja með kom inn í Vídalíns útgerðina og Zollner útvegaði frá litlum enskum landsbyggðarbanka sem nafnsins sá ekki getið. Sjálfur gerði Zollner árið 1886 umboðsmaður kaupfélags Þingeyinga og hinu fyrsta kaupfélagi í landinu. Sama ár svo 3 önnur kaupfélag stofnuð og með þeim lagði grunnur að gríðarmiklu veldi sambandsins. Við sjáum að veiða bresku togarann upp í landsteinum 1880 kveikja Íslendingum hug að nýta sjálfur fiskistofnana hjá sér og gera með stórtækum hætti. Jón Pálsson Vídalín var konsúll, nokkuð samstarf virðist hafa verið á milli hans og hins danska Louis Zollner. Á árunum 1919 til ársins 1927 voru keyptir til landsins 44 öflugir togarar. Orðið öflugir teljast réttnefni að því leyti til að togarar voru á þeim tíma taldir stór skip, búnir öflugum vélum sem gátu athafna sig í veðrum sem áður voru óþekkt að skip stunduðu veiðar í. Ljóst að koma þessara 44 togara gerbreyta mörgu. Fólk með þeim sá hversu landin var sjálfur megnugur og geti líka gert út stóra og vélbúna togara. Einnig áhugavert að benda á þann sannleika að íslenski fiskiskipaflotinn samanstóð á þessum tíma vélbátum og nokkru leyti þilfarsskipum, kútterum, litlum knörrum. Á þessum tíma í landinu líka til hellingar og árabátum, 4 manna, 6 manna og 8 manna förum. Allt voru þetta opnir bátar þó reikna megi með að á þessum tíma sé búið að setja vélar í sömu af þeim. Koma togarana til að byrja með getur ekki hafa gert neitt nema vekja athygli landsmanna. Var enda svo talið tíma að skip þessi gætu ekki sokkið.
háskaleg hugsun. Vita menn enda betur í dag. Margfrægt halaveður 7. og 8. febrúar 1924 afstannaði allt slíkt og allt manntjóni sem afhlaust með þessum 2 togurum sem fórust, sem voru Leifur Heppni, 33 manna áhöfn, og Fischer-Malte Robertsson, 29 manna áhöfn. Heppni var ekki fórust fleiri skip í þessum febrúarmánuði. Áhafnir margra annarra togara börðust fyrir lífi sínu þessa daga. Talsverða lærdóm fengu menn af þessu fárviðri. Stundum nauðsynleg lexían dýru verði keypt. Hvenær það var í sögunni sem Bretarnir lögðu á 10% innflutningstoll hjá sér og lögðu blátt bann við að íslenski togara lönduðu afla í Bretlandi, er ekki gott að geta sér neitt til og varla það tengist landhelgis útfærslum, því landhelgin á þessum tíma var 3 sjómílur frá kannski árinu 1903 og fer ekki úr 3 sjómílum í 4 sjómílur fyrir 1952. Bann Bretana lék togaraútgerðarnir heimagátt sem miðaði hluta reksturs síns við að geta selt afla sinn í breskri höfn vegna verðana sem oft voru talsvert hærri en viðgengust á Íslandi og líka ástæðan fyrir að siglingar voru stundaðar hér áratugum saman á bæði breska og þýska fiskmarkaði. Þó Þýskaland hafi svolítið dottið út eftir stríð en náði sér aftur á strik á milli 1950 og 1960 er verð þar urðu stöðugri og var hinn fasti punkturinn í siglingum íslenskra togara. Seinna stríð hafði staðið í tæpt ár þá afléttu Bretarnir þessum 10% tollum á fiski hjá sér en afléttu í október 1939 öllum höftum öðrum af fiski frá Íslandi sem gerðu að verkum að íslenskar útgerðir hefja samstundis að senda skip sín til Englands með afla af íslenskum miðum annaðhvort veiddum af skipunum sjálfum eða færður borð við bryggjur af bátaflotanum. Svolítið var að lestar togarana væru fylltar áður en lagt var á hafið til að selja breskum sem greinilega greiða gott verð fyrir. Einnig voru í þessum ferðum fjölmörg fiskiskip og flutningaskip með ísfisk og hraðfrystafisk. Fiskur veiddur á Íslandsmiðum hélt líftórunni í fjölmörgum Bretum. Talið að 70% af öllum fiski sem Englendingar átu á þessum tíma hafi komið af Íslandsmiðum að öllum og ljóst vera gagnsemi viðstjóðveðra siglinga togarana á háskatímum fyrir hina þjóðina. Hinum má samt ekki gleyma að togarútgerðin rétti talsvert úr kútnum sem á þjóðinni held sem naut góðs af öllu fisksölunum ytra. Útgerðin hafði oft fyrir hildarleiki stigið krappandans og verið í kröggum en stríði breytti talsverði hjá. Gjaldeyrisforði í stríðslok var talsverður og að stærstum hluta komið frá sjávarútveginum. Siglingarnar voru ekki bara ágætis afkomu útgerðar þjóðar því mannskaði var nokkur á þessum tíma og menn sem siglingarnar stunduðu allir í talsverði hættu að kafbátum Þjóðverja. Talið að frá tímanum 1939 til stríðsloka í maí 1945 hafi 10 íslensku skipi verið sökkt og 163 Íslendingar farist að stríðsvöldum og auk þess 5 sjómenn beðið bana þýskur kafbátur hóf skotrið á íslenskan línuveiðara.
Alls konar gangur verið í þessu. Texti Konráð Rúnar Friðfinnsson. Sjómennska er eitthvað sem menn velja fyrir sig að gera og gera jafnilega sínu framtíðarstarfi og aðal atvinnu mestanpart ævisinnan. Sumir voru áratugum saman til sjós áður en þeir gengu í síðasta skipti niður landgang skipsins með sjópokann í hendinni. Aðrir völdu aðra leið en sjóinn. Margt er í boði og atvinnumarkaðar fláritt bara eitthvað eitt, heldur margt. Og ungir menn velja sér starfsvettvang. Líklegt er að séu aðrir eldri í fjölskyldinu til sjós að það út af fyrir sig móti yngri strákar sem enn eru heima og enn að mótast og þroskast. Strákar og stelpur skoða margt og vilja stundum gera sama og pabbi og mamma og eldri systkini eru að gera. Fljótt áttar fólk sig á að það verður fullorðið. Strákar hugsa öðruvísi svona lagað en stelpur og fáséðar að þær velji sjómennsku sem sína leið til langframa þó margar komi þar við en dvelja mislengi. Ekki er hægt að afneita áhrifamætti eldri fjölskyldumeðlima kemur að valnum hvað maður vilji verða þegar maður verður stór. Allir kannastu þetta. Pabbi á sjó merki fyrir börnin að pabbi sé oft lítið heima þó allt svoleiðis hafi verið talsvert algengar hér áður fyrr en gengur og gerist í dag á tímum reglulegra fría í sjómannastétt. Áður fyrr voru frí svo gott sem óþekkt fyrirbæri á útöldum bátaflotans. Við lá að menn rækju upp stór augu færi fólk fram á slíkan lúxus og hætt á að þeir fengju yfir sig orðin: "Þú hefðir átt að vera skírður frímann", sagt harðslögum tón. Frí voru milli úthalda en ekki inni í miðjum úthaldum. Og pabbi kom sjaldan heim á vertíðum. Samt þekktu börnin föður sinn en horfðu ekki á einhvern ókunnaga kall kissa mömmu sína á eldhúsgólfinu. Ekki var það nú alveg svo slæmt. Frá því að höfundu fyrst mann eftir sér kom ekki annað til greina nema af stundasjómennsku og ráða sig á bát hann hafði aldur til. Togarinn og siglingin var og draumurinn. Var líf hans sem ungum dreng mikið í kringu hafnirnar, vera viðstaddur þegar bátandi kæmu að landi, kynna sömu köllunum á bátunum og fá hjá kokknum mjólkurglas og brauðsneið og heyra tónlistarmanni Gylfa Ægisson spila á harmoniku í Lúkas Sigurðs Arnlaugsson og GK16 veturinn 1965 sem í minningunni var hvalbakslaus bátur en mynd af sést að hafði hvalbak. Á þessum tíma var Gylfi sjómaður en var seinna atvinnu tónlistarmaður. Allt bara einhvern veginn partur af þessu lífi sem sumir hafnfirskir strákar á mannsreiki stunduðu og lifðu á vissu tímaskeiði eigin lífs. Sumir af þessum hafnfirsku drengjum voru sjálfur á sjóinn orðnir fullorðnir menn og voru mislengi við þetta og sumir frekar stutt en samt nógu lengi til að skilja út á hvað sjómennskan gekk og sáu að var svolítið öðruvísi en á meðan hugurinn fekk spunnið sögurnar og gert úr öllu saman mikil ævintýri. Allt á rétt grunns reynslunar né raunveruleika sjómennskunnar. Við reynslu fellur margt af alvara lífsins tekur við. Enginn sem vill kynnast hvað það raunverulega merkir að stunda á sjó fer bara einstaka róður og af og til heldur lifir við þetta árum saman og hefur allt sitt af langa hríð. Þá í grunninn vita menn hvað máli snýst og hyllingin sem áður var yfir hverfur. Ekki lífið svolítið svoleiðis? Já, sumir á okkur fóru undir sjós og meðan aðrir snéru sér að landinunni hvort sem var iðnaður, fiskvinna eða sprenglarstörf sem líka þarf að sinna til að samfélag gangi. Þetta fólk komst aldrei yfir sjóveikina að því að hafa aldrei leyft sjónum og veltingnum með tímanum að lækna hana. Þeir vildu heldur vera með líf sitt á föstu landi og hafa því ekki sömu reynslu af lífinu og hann sem á bátinn fór, en samt reynslu sem sjómaðurinn hefur ekki og gengur misvel að skilja og gerir heldur ekki nema koma sér upp að hlið hins og takast á við allt sem hinn hefur verið að gera, kannski lungað úr sinni ævi. Slík staða, reynsla, læknar menn að mörgu sem áður mögulega lita á þessi verk og hinn sem hreinan leikarskap og enga vinnu, en komust að raunum
að var mesta púl á köflum og meira en nokkur af þeim gerði sig grein fyrir. Allt eðlilegt. Reynsla segir manni sannleikann. Þægilega innivinnan, þar sem allt átti að vera svo létt og allt hálfgerður leikur, reyndist meira krefjandi, lýjandi og þreytandi en áður var haldið. Er þægilega innivinnan enda ekki til. Létta skrifstofuvinna sem fyrir koma sjómenn þustuð yfir og fannst lítið til koma, gerir líka kröfu til starfsmanna sinna. Þeir dagar eru til á skrifstofunni að törnin hvolfist yfir og þegar henni lýkur, allir guðslifandi fegnir að sé að baki og fólki getur örlítið rétt úr sér og komist aftur á staðinn þar sem allt er í svona venjulegri farvegi en hitt. Eitt hefur mikið breyst frá því sem áður var í sjómannastétt og máttu vel breytast og eru það uppgjör öll. Sjómannstíð höfunda stóð frá árinu 1970 til ársins 1986. Hafði þá draumur öskumannsins sýnt sér til fulls og búinn að fella hugljómunina af stalli sínu sem með honum bjó sem ungum dreng í Hafnarfirði. Til að byrja með á ferlinu var allur gangur á hvernig þessar útgerðir stæðu sig. Átt við er komið uppgjöri og þess slags verkum. Ekki er samt svo að skilja að mikið hafi verið beinan óheiðarleika því þó stundum drægist að borga mönnum allt kaupið sitt, fengum en sittur upp var staðið. Sjálfur lenti höfundur aldrei að tapa fé hjá þessum útgjörðum en glímdi stundum við vissa erfiðleika við að fá allt sitt greitt, segjum það. Lengi vel var öllum úthöldum fiskiskipa skipt í 3 mánuði. Vetrarvertíð lýkur samkvæmt dagatali 11. maí ár hvert og átti uppgjörið að vera klárt skömmu síðar. Þess á milli bar útgerðin engin skylda til að koma með uppgjör. Samt gátu menn hvenær sem var komið á skrifstofuna og fengið peninga og líka gerðu. Oft var það með þeim hætti að útgerðin hendi í menn 5.000 kalli og 5.000 kalli, eins og sagt var. Gildi 5.000 kallsins var svolítið meir þá en í dag. Einhvern veginn að þá bara treystu menn því að útgerðin kæmi með allt þeirra þó seinagangur væri stundum á. Ungir sjómenn fylgdust ekki náið með stöðunni á sér þó þeir tækju við undirritari nótu og gætu gert gegnum þær. Allur gangur var þá á akkurat þessu atriði og sumir strunsuðu undir eins með hýrunum umslagið og lögðu inn í sparisjóðinn sinn sem flestir kuðu vera aflagðir nú stundir. Var stundum sagt í gríni að hægt vera að rekja slóð þessar ágætu manna frá skrifstofudyrum að sparisjóðsdyrum. Þeir voru víst að safna sig fyrir íbúð, þessari herskyldu Íslendinga. Skattar á þeim tíma voru eftir og greiddir og bar útgerðinni að halda mánaðarlega eftir að launum manna sinna. Lögum samkvæmt að þá gerðu þær þetta en áttu samt til að draga úr hömlu að skila skattpeningunum af sér. Og fyrir kom að menn fengju bréfkort frá blessuðum skattmanni að skattaskuld væri sem hann komst á raunum átti ekki að vera eftir að hafa flett gegnum nótubunkan og séð að talan sem átti að vera skuld var undir liðnum greitt. Vanalega dugði að hringja í skattinn eða var það útgerðin sjálf, mann ekki hvort heldur var. Minni þó að skattstofan hafi fengið símringingu og hún hafi haft samband við skrifstofu útgerðar. Höfundur minnist þess ekki að hafa greitt álagðan kostnað vegna bréfsins heldur útgerðin og telst það vera sanngjarnt. Uppgjöri breyttist til batnaðar útgerðin samþykkti að vera með mánaðarlega uppgjör við sína sjómenn. Muni höfundur rétt var þetta í byrjun 9. áratugar seinustu aldar og var mikil framför sem á staðgreiðslukerfi skatta. En það kerfi var tekið upp. Sjá má að margt hefur áunnist í þessu. Eldri og nýr skuttogari. Konráð Rúnar Friðriksson tók saman. Fyrsti skuttogari í eigu Íslendinga er barðinn NK 120 sem síldavinnslan HF í Neskaupstað keypti notaðan frá Frakklandi árið 1970 og gerði út í nokkur ár. Hann var 327,57 tonn á stærð og frekar lítið skip.
Barði NK 120 kom til Neskaupstaðar 14. desember 1970 og fór í sína fyrstu veiðiferð 11. febrúar 1971 sem hafa verið 50 dagur. Togarinn fyrst kom, urðu sumir skipstjórar svolítið fúlir í framan væri skipið kallað skutttogari í þeirra eyru og töldu sig verða að leiðrétta þessi mismæli manna og sögðu ekki skutttogari, heldur skuttbátur. Heyrði höfundur þetta sjálfur frá einum virtum togaraskipstjóra, líklega 1971. Barði NK 120 veiddi þá á sömu miðum og blasti við úr brúnni á stjórnborðshlið og þeir tímar enn viðurlóðandi að orðið togari væri skrifað með stórum staf af altént sjómönnum. Á hvössum miðvikudegi laust fyrir hádegi 29. nóvember 1979 var margt fólk statt á bæjarbryggju Norðfjarðar til að vera viðstatt Barði NK 120 sigldi síðast skipti frá Neskaupstað. Skipið kom fyrst við í Englandi og seldi afla sinn þar og hélt þaðan yfir til Frakkland á vit nýrra eigenda. Líkt og gerðist með nýsköpunarskipin kom fyrsti skuttogari sérstaklega smíðaður fyrir Íslendinga líka til Reykjavíkur og var það Vigri R71. Hafði þó engin nýr togari komið til landsins í 12 ár. Pólverjar smíðuðu skipið og líka 7 aðra sem hingað komu eftir sömu teikningu og Vigri R. Í kjölfarið sigldi til landsins mikil bylgja skuttogara á næstu árum. Allt voru þetta glæsileg skip sem lengi þjónuðu íslenskri útgerð. Talsvert stöðnum kom í alla endurnýjun og brugðu á það ráð að endurgera sum skipana sem fyrir voru í landinu og gerbreyta og stækka stórum. Það var ekki fyrr heldur en á árinu 2017 sem Íslendingar fara aftur að sjá nýja skuttogara við bryggju hjá sér og gerðist líklega í fyrsta sinn með komu skuttogarans Engey R91 og af fréttinni sem barst í byrjun árs 2017 að HB Grandi í Reykjavík myndi að líkjum taka við sinni nýsmíði frá skipasmíðastöðin í Tyrklandi sem sá smíðina fyrir þá í janúar 2017 og að skipið yrði afhent 7. janúar 2017. Verið að smíða tönuskip fyrir HB Granda sem afhent verða vorið 2018 hið fyrra og hið síðar haustið 2018. 10. janúar 2017 mun vera dagurinn sem Engey R91 lagði af stað til Ísland frá Tyrklandi og tók siglingin 15 sólarhringa. Samkvæmt orðum skipstjóra var siglt lens í nokkra daga og til að prófa skipið í mótvendi var því snúið upp í öldina. Gerðist það 23. janúar 2017. Kom þó í ljós að sérstakt lag stefnisins klauf ölduna vel. 25. janúar lagði skipið bryggju í Reykjavíkurhöfn og þá talaði 8 viku væri eftir að byggingatímanum. Gerðu menn sér vonir að skipið kemist á veiðar fyrir páska sem ekki var gerlegt að standa við. Þó nokkuð væri það á tímabili að togarar fristu allan afla borð hefur nokkuð dregið úr þeim áhuga útgerðarmanna sem látið hafa breyta nokkrum skipa sinna yfir í ísfisk. Þetta nýja og fullkomna skip Engey R hefur lestar gerð ráð fyrir að fiskur sem í hana kemur sé án í neins ís og fullur inn í landi. Borð í Engey R91 rúm fyrir 17 manns og eru herbergin eins manns nema eitt sem 2 manna. Hve margir í áhöfn Engeyjar þekkir höfundur ekki en giskar á 15 kalla. Engey búið nýju lestarkerfi sem gerir því kleift að geyma fisk í körum og kæla niður í -1 gráðu án þess að frysta hann. Tækni þessi gerir mönnum kleift að geyma fisk án ís. Höfundur þessa nýja geymslukerfi sem borð í Engey Skaginn 3X sem einhverju áður fékk nýsköpunarverðlaun Ísland fyrir þennan nýja búnað sinn. Gamla góða ísskóflan og stunguskóflan sem notuð til að losa ísinn með verða altént ekki brúkaður borð í skuttogaranum Engey R91 reynist tæknin eins og vonir manna standa til og engin ástæða til að ætla neitt annað. Líklegt að svo sé komið í íslensku sjávarútvegi
að fáar þjóðir aðrar standist þeim snúningi meðförum aflans og tæki og tóla sem snúa vinslu aflans. Tafir hafa orðið á ferlinu og lét forstjóri firmans hafa eftir sér að skipið færi ekki af stað fyrr en allt virkaði rétt. 15. maí 2017 kom frétt á mbl.is að von stæði til að skipið kæmist á veiðar mánaðamótin maí-júní 2017. Búnaðurinn til að kæla niður fiskinn með þessum hætti fyrsti sinna tegundar og hannaður á Akranesi og Ísafirði. Gert 20. maí 2017. Kæri sjómenn, það eru komin á daginn ykkar sem heitir sjómannadagurinn og ekki fyrsta skiptið sem hann haldinn. Þetta hefur hann oft verið haldinn og þetta gamall dagur sem að lengi hefur verið við lýði og þið eruð í honum núna eins og oft áður og ætlaði að taka á því þar eins og þið hafi gert undanfarin ár og áratugir endar. Og það líka gaman til þess að vita að Kristur málið fyrir okkur mennina og hann að tala til okkar á hverjum degi og vill að við eigum með sér stund hvar sem við erum stödd. Hann kletturinn sem við viljum steyta á, en sjómaðurinn nú ekki hrifinn af því að vera mikið að steyta á klettum. Hann veit að skipið sínu búin hætta gerist það, en ef við lendum á klettinum Kristi þá erum við í raun bara hólpið fólk eftir það því að það þetta sem bjargar okkur frá, dauðanum og við lifum eilíflega með honum og himnum og þetta það sem að Biblían að kenna okkur. Og við sem trúum Biblíunni, við tökum bara við svona boðskap og þetta einmitt það sem að þessi maður, fyrrverandi sjómaður, núverandi landmaður, hefur verið að gera síðustu bráðum 20 ár og veiklast ekkert neitt í þeirri trú sem hann hefur á Kristi. Og boðskapurinn til fólks, sjómanna líka, þessi að Jesús upprisinn. Hann dó á krossi og fór niður til heljar, var þar í 3 daga, en núna stiginn upp til himna, þaðan sem hann kom, og þangað sem þú og ég förum ef við viljum þiggja og þekkjast þannig boðskap sem að Kristur kom með. Þannig að það til alls að vinna, kæru vinir, að fara þessa leið því að hún pottþétt. Það ekkert verið að segja neina nýjar fréttir hér, þetta reynd leið til árhundruða, alveg frá því að kirkjan fyrst var sett niður og það eru komin 2000 ár síðan og í tíma okkar þetta langur tími, þó máski drottinn sjálfur líti ekki svo á málið, því 1 dagur í honum sem 1000 ár, þannig að við sjáum að þetta nú ekki mjög langur tími í hans augum, en gríðarlega langur tími fyrir okkur, þetta blessaða fólk. En við erum hér stutt, ævi mannsins 70-90 ár eitthvað svoleiðis í dag og við þurfum að gæta okkar á hverjum degi. Okkur finnst dagarnir stundum lengi að líða og það ýmislegt sem æðir á okkur í dögunum og við þurfum á huggun að halda, aðstoð hans að halda, sem að gera okkur þetta allt kleift. Og trúin þess megnug að létta undir með okkur. Þess vegna líka erum við að boða trú. Við erum að boða trú öllu fólki, hvar sem þau eru í veröldinni, þar viljum við að fólkið heyri boðskapinn. Og það eru tímar þeir í dag sem að við sem eldri lifðum kannski ekki við nema litlu leyti og það öll þessi tæki og samskipti sem framfara í gegnum þessi ágætu tæki og þar hægt að sýna kristilegt efni og lesa og hlusta á hugvekjur og slíka þætti fyrir þá sem að
vilja vera í námunda við drottin þó þeir séu fjarverandi. Þetta allt saman gerlegt í dag en var það ekki á tímum hér áður fyrr og fyrir tíma auðvitað rafmagnsins og allt saman það. Þannig að við sjáum að það er verk að vinna og það er göfugt verk að boða fólki leiðina til lífsins og ég veit ekki hvernig menn taka svona boðskap en margir taka mjög vel við honum og trúa því sem hér er sagt og hafa reynslu af sjálfur því að drottin hefur prívat reynslu fyrir mig og þig. Ég reyna hann á minn hátt, þú reynir hann á þinn hátt en samt erum við á þessari sömu leið og hver er hún? Hún er frá krossinum sem Kristur dó á og steig upp til himna frá og við erum á leiðinni frá þeim stað því að þar opnaðist vegurinn til lífsins. Eftir að krossin var garð genginn og allt búið að gera það sem átti að gerast kringum krossin. Krossin er alltaf miðjupunkturinn í allri boðun. Við byrjum þar og við endum þar. Við stígum upp frá krossinum. Þannig að þetta er göfugur boðskapur sem að krossin er frá A til Ö. Þetta svona hljómar allt öfgakennt og öfugkennt hjá okkur. Þetta skulle vera einhver blessun og boðskapur að tala um krossin sem er auðvitað bara píningar staður fólks. En svona vildi Guð samt gera þetta. Hann lét hann deyja þar. Hann lét hann líka að rísa upp þaðan. Þannig að við sjáum að krossin er ekkert annað en blessun. Og þennan blessaða boðskap vil ég að þú vitir sem sjómaður, hvar þú ert á sjónum eða hvar sem er. Og svona tilengið er hann. Og það má alveg hvetja menn til að hafa með sér Biblíu og tilenga sér eignast eitthvað kristilegu efni, því það er gott að vera með þetta með sér. Það fer ekki mikið fyrir þessu, þetta er ekki fyrirferða mikið apparat, en mjög gagnlegt öllum þeim sem að vilja svona kynnast Kristi, vita meira um hann og svo framvegis. Mjög gagnlegt. Þannig við sjáum að við höfum leiðir. Við getum allstað verið inn í þessu umhverfi. Þú getur skapað þér þetta umhverfi bara þar sem þú ert inn í herberginu þín borð í skipinu og er kannski eitthvað niðurdreginn og kannski eitthvað hrjáði sem að gerðist yfir daginn og eða heima eða hvar sem er. Þá getur átt þessa huggun sem fylgir því að hlusta á gott og vanda kristilegt efni því að það gildir alltaf. Það gildir ekki bara stund, það gildir raun og veru alltaf. Þú munt sjá það að þú þarft alltaf að vera að fá þessa hvatningu frá auðvitað kristnu fólki því að það er engin annar að taka sér þetta í munn heldur kristið fólk og ef að kristið fólk gerir þetta ekki þá gerir þetta enginn. Kristið fólk á til Jesú í sínu hjarta og það er raunverulega lifandi Guð sem að ýtir mér og þér út í verkið. Hvernig sem við lítum á þetta þá er þetta í grunninn þannig. Og þessu myndu kynna sjálfur ef að þú leyfir drottni segir bara við hann, hér er ég drottin, ég vil að þú takir við mér. Það er nú ekki meira en þetta til þess að eignast þetta mikla og stærsta af öllu stóru sem maðurinn raunverulega getur fengið. Það er akkurat þetta sem hann fær. Og við erum hér sjómenn, gamall sjómaður, núna orðinn trúaður maður, sem ennþá er með svona hugan við sjóinn á sinn hátt, þó ekki eins og var, að boða þeim það sem hann á sjálfur, það hefur góða reynsla og þekkir orðið þokkalega vel, hefur gengið í þessu bráðum 20 ár og er ekkert að veiklast neitt í því sem hann hefur verið að gera á öllu þessum tíma. Við segjum þetta gott og ég trúi því að sjómenn bara eigi áfram gleðilegan dag og þeir fari með eitthvað með sér til hafs sem tengist þessu ágæta efni. Guð blessi ykkur vinir og gleðilegan sjómannadag.